Góðan daginn. Það er hérna fallegur en svalur 50 dagur, en samt hlýr. Algjörlega, sko. Og við erum, kæra hlustund, út hérna að hlusta á Hagnaður og húðhelsa, sko. hagnaður og húðhelsa. Og í dag ætlum við sem sagt að fjalla Íslandsbankann okkar. Já, sem sagt, málefni í dag er Íslandsbanki og þátturinn heitir hvað? Íslandsbanki út og inn. Já, og örlög hans. Og Og já, þetta verður stutt góð og fagleg lýsing á bankanum og byrjum á stofnunin og sögunni. Hún er nefnilega svolítið merkileg, sko. jú. Fyrsti Íslandsbanki var nefnilega stofnaði 1904 sem er heldur það er alveg frekar langt síðan, sko. Já, það er hérna fyrir minn tíma að mesta kosti. Líka minn, sko. Og enda einn af 3 stórum viðskiptabönkum á Íslandi og hefur gegnt lykilhlutverki í íslensku bankakerfi í meira en öld, má þá segja, það ekki? Hvað árið núna? 25? Já, Big 25. Jepsi pepsi. Og þá, núverandi rekstrarform árætur að rekja til, endurreistar bankakerfisins árið 2008 þegar... Það er reyndar okkar ár. Það er okkar ár og ekki fyrir okkar tíma, nema kannski, nei. Jó, Og þegar að falli bankans Glitnis eða Íslandsbanka fyrir nafnhans var mætt með því að stofna nýjan banka sem fékk þó síðan nafnið Íslandsbanki. einmitt, sko, en Bankinn sem að ég versla mest við af þessum íslensku, myndi ég að segja. algjörlega, sko, ég meina, þetta er bara heimabanki minn, sko, allavega. Já. Ekki beint þinn, heyrði ég samt, sko. Jú, hann er heimabanki minn. No. Já. En bankinn var svo sem hann var að fullu í eigu ríkisins eftir hrunni, það destroya allt annað, sko. En var svo skráður að lokum, á markaði í júní 21, eða 2021. Í stærstu útboðsaðgerð ríkisins frá hruni, þess að þetta var alveg stórt skref, sko. En Já. starfsemin, Nú, kæra hlustund, ætlum við að fjalla starfsemi og þjónustu því að það er mikilvægt að fjalla það. Já, og þú veist, Íslandsbanki er svona alhliða banki sem þjónustar fullt af hlutum, meðal annars bara einstaklinga eins og okkur bara og þig hlustund. Kæra. Það er ekki alltaf kær, maður. Stumur og leiðilegir. En fyrirtæki, fjárfesting og eignastýringaþjónusta og svo náttúrulega lokum ráðgjöf til stórfyrirtæki á sveitafélaga. Já, ég meina Íslandsbanki er góða banki, ég segi það. En hugsa annað? Nei. Þetta er góða banki og þar eru margir starfsmenn. Bara alveg 700 til 800 er ég, sko. Stór banki og 700-800 starfsmenn og þar að meðal Malton Pálsson. Virti, góði, í mötuneytinu. Skammta. Mötuney. Sem að skammtar þá, flestum starfsmönnum bankans nema þeim sem að eru starfandi svona í öðru landi. Og hann er ekkert að skammta eitthvað lítið, sko. Þetta er alveg 2-3 réttir, sko. Þess vegna hef ég heyrt að starfsmenn bankans sé að bella sig verulega upp fyrir veturinn því að það eru góði tíma framundan fyrir bankan og verðbréf heyrði ég á leiðinu upp. Þökk sé Maltoni. Já, út af því að hann er að bella þessa starfsmenn upp fyrir veturinn. Ok, ég hef líka heyrt samt að Malton sé, þú veist, þeir eru að bellast upp og þeir eru að verða bara, þú veist, þeir verða meira klókir í öllum fjármálum og svona, af því að þú veist, þeir eru að fá nóg mikið prótein, kolvetnin spila stóra þáttinn. Eina sem vantar í næringu starfsmannina eru trefjar Og desert. og Jón Guðni Ómarsson ætlar að gulltryggja öllum starfsmönnum eftirrétt og trefjaríka máltíð næstu viku. Við kannski segjum hver hann Jón Guðni Ómarsson er, eða ekki? Og það er náttúrulega bara forstjórinn, kæra hlustund, ef þú þekkir ekki forstjóra Íslandsbanka, getur nógum, sko. Þetta er mikilmenni. Meistari. Og þú veist, þarlegandi verðum við nú að tala hlutabréfin. Algjörlega, þú veist, og þar sem að hann fór á markað árið 21, sko. Og verðþróun hlutabréfana. Jú, reyndar, ekki það. Og uppáhaldsgengi útboðs var á bilinu 71 til 79 krónur á hlut. Á hlut, sko. Og það eru þá
útboðsgögn sem við fundum hana hjá bankanum á vefnum og síðan skráningar hefur gengið breyst mikið eftir fréttum og ársuppgjöri og breytingum í vaxtalandslagi. Jú, en svona stærstu sveiflurnar tengjast tilkynningum arðgreiðslu fyrirtækisins og hlutakaupin og afkomutölunar, sko. Það fara vaxandi og svona minkandi, sko. Og en svona í töluvers stöðnu markaðslagi getur tilkynningum arðgreiðslu eða hlutakaup hækka gengið, sko. Og það náttúrulega bara hugir stöpp, sko. En slæm afkoma þrýstingur á nettóvexti lækkar það, sko. Já, en þessi nettó, sko, búðin út á Grandtáni, góða. Nettó, já. Nettó að tryggja fyrirtækjum góða nettóvexti og þar á leiðandi getum við kannski kjölfarið á því rætt helstu hluta á Íslandsbanka. Já, kæra hlustin, þú heldur kannski nettó sé kannski einn af þessum helstu að því við erum búin að nefna þá hérna, en það bara ekki raunin, sko. Þegar ríkið á nefnilega hjútspart af þessu. Stóran hlut, sko. Það bara 42,5%, sko. Og það eru þá upplýsingar sem við fengum frá uppfærslu 2024 en við hefum eftir að fá þessa nýjustu, sko. Nýjustu upplýsingar sem að ættar enn í hlað fyrir næsta þátt. Já. Og þá förum við það áður en við tölum um Nóa, sko. Einmitt, svo á gildi lífeyrissjóður, þið vinnandi fólk þið kannski þekki gildi, þeir eru alveg inn á markanum mikið, sko. Ég meina, þeir eru með Bíkó og Lás og allt svona, en já, gildi á 7,162% ef ætlum að nákvæða mér, en fólk kannski segir bara 7,2 að það námynda. Já, svo Lato var að tala um 7,2, ég veit ekki hvort það sé sagt, jú. Ef við ætlum að hlýða því sem þeir eru að segja á vefsíðunni. Ég meina, ISB segir það, svona, þá verður bara að vera satt, sko. En já, samkvæmt þeim sjálfum, Maltónu og þeim hann í Íslandsbanka, þá mikilvægur hópur eigenda og saman eiga lífeyrissjóður stóran hluta, þú veist, svona nokkur lífeyrissjóður, við erum að tala um gildi á kannski stærsta hlutan, en svo eru þeir nokkur klókir sem koma þann inn, sko. Já, með einhverju pension funds, eins og þau kallað á gjöðri ensku. Algjörlega. Svona Wall Street dæmi, sko. Já, við erum ekki alveg þar, sko. Ég er ekki búin að horfa á myndina. Ég gerir það heldur, heyrðist þetta Margot Robbie var alveg vel góð, sko. Já. Að koma helstu tölur 24, eins og svo mál, þá erum við ekki komið 25 tölunar, en við erum vonað þeim. Já. Já, hagnaður 2003 var svipaður á 23 eða 24,2 milljarðar króna og arðsemi eigin fjár var 10,9% sem er alveg frekar fyrir 2024. Hátal, já, 24, en þá 23 var það 11,3%, þess að það var smá lækkun. Lítil lækkun. En, þú veist, ekki það sem við sko. Heildareignir og lán, ég var eitthvað að googla þetta og þær, heildareignirnar og lánin, heildareignir og lánin haldast sterk og lán til viðskiptavina það bil 1,295 milljarðar króna. Já, það bil var það ekki. Jú, það bil og innlán 927 milljarðar króna. Og þessar tölur sem birtast í ársreikningi 2024, 25 bráðlega, ha? Bankinn hélt góðri eiginfjárstöðu þetta ári og tilkynnti arðgreiðslutillögun og heimild til hlutakaupa. Þetta er nokkuð gott, sko. Áhugavert dæmi þarna hjá Íslandsbanka og þar er þetta greina breytingum milli ára og tekjuþróun. Hún dróst. Já, saman vegna þrýstings á nettóvexti. Nettó og ekki auglýsing, sko. Eigið fé hækkaði örlítið þrátt fyrir arðgreiðslur og hlutakaup. Bankinn skilaði hagnaði sem studdi eigin fjárstöðu og þetta víst okkur á því að þetta er plús. Þetta er eitthvað sem við viljum sjá þegar við skoðum. Við höfum náttúrulega þegar fyrirtæki taka svona huge L eða svo sem allt í lagi ef eitthvað svona vel léleg fyrirtæki sem við erum ekki alveg að víla, sko, en við viljum á svona bankar og svona stór fyrirtæki sé hækka og þú tækir ekki nema döbb, sko. Já, skila hagnaði. Algjörlega. Og lausafjárstaða og LCR voru sterkar og bankinn stenst reglur og hefur sveigjanleika. Við förum betur í LCR seinna fyrir þá sem við veit ekki hvað það er og ástæður stórra hækkana og lækkana í genginu
eða, já, hækkana eða lækkana, við veitum ekki. Ég veit. Og það eru fréttir arðgreiðslu, hlutakaup og kannski breytingar í stýrivöxtum. Já, einmitt, og kvartalsniðurstöður og yfirtöku finnum hvað geta valdið mikilvægum sveiflum, en svo ekki alveg bókað mál að það sé að fara að gera, sko. En svo það dæmi Ekki minni reynslu. Já, ég hefur gert, sko. Já, en ekki minni. En svo það dæmi tilkynning heimild til hlutakaupa eða jákvæða afkomu uppfærslu ýtir upp verði. Það náttúrulega bara að segja svona okkur sjálft, sko. Já, óvænt tekjurinn. Já, óvænt tekjurinn eða skýringar hækkun vaxta eða kostnað sem draga niður, sko. Já. Svo mat á ársreikningu og framsetningu. Við verðum að taka það fyrir, það sem ársreikningu 2024 hjá Íslandsbanka. Ítarlegur. Já, með skýringum á reikningsreglum, upplýsingum, með eignir, skuldir, eigið fé og áhættu, eins og þau taka allan svona helst fram hana, og fyrirtækið útlistar svona arðgreiðslustefnu og heimildi til hlutakaupa svo og lykilmælikvarða. Sem þess þetta ROE, Return on Investment, þú manst hann Jack Doherty. Þetta ekki, jú, það ROI. Já, ég las villust. Afsakið þetta. Já, það sem sagt NEMCET1, eins og þetta kallast á ensku. Við fundum ekki hvað þetta heitir á íslensku. Það ég komið orðið það. Ég veit það ekki, þetta eru ykkur skammstafanir sem við förum, eins og ég segi, skammstafarnar við förum alltaf í þær seinna. Það sér alltaf sér þáttur. Já, og framsetningin á hvað voru að tala um? Á ársreikningunum. Hvað koma svo maður? Er gagnsæ en krefst grunnskilnings á bankareikningsskilum. Þú þarft að hafa knowledge, sko. Já. Sum atriði til dæmis mismunandi skilgreiningar á total assets. TA. Þið verðið að lega okkur sletta, sko, þetta er bara partur af þessu í dag, sko. Geta virst flókin við fyrstu sýn. Já. En við skiljum þetta alveg gífurlega vel og... Já, við erum alveg með, þetta er ekkert mál fyrir okkur, sko, en svo það bara niðurlagið, Já, við tökum þetta allt saman. Já, Íslandsbanki stöðugur banki með sterka stöðu, en við sjáum samt þrýsting á þessum nettóvöxtum, nettó aftur, sem hefur áhrif á afkomu. Já. Og framsetning ársreikninga er yfirleitt skýr og frekar gagnsæð, sko. Já, og þú veist, eitthvað sem við glemdum að taka, hvenær var Íslandsbanki stofnaði, glemdu þið ekki? Þetta glemdu þið ekki, kallum við. Það byrjum að því 1904. Ok, við glemdum ekki. Tíma, Við erum búin að taka þetta allt og kæra hlustönd, þú ert búin að vonandi fræðast mikið bankan okkar, Ísland. Já, og kæra hlustönd, bara takk hérlega fyrir að hlusta. Já. Það var svo sem ekkert meir í dag, svona bara takk fyrir okkur og beint að auglýsingum. Og kaupið, í guðanabænum, kaupið áskrift fyrir lengri þætti. Ég veit að þið viljið hlusta á þessar skammstöðun og þetta sem koma núna sent til DS. Já. Og það eru vígalegir jólaþættur á leiðinni. Stay tuned. Og jólahlaðborð, mætið. Og núna aðurlýsingum. Láttu veðrið leika við þig og farðu út að borða. Gleðilegt grillsumar. Nettó, það sem verðið leikur við þig.